Já, heyrðu. Ég ákvað að segja ykkur svolítið frá Jökulsá og Breiðamerkursandi og þið vitið auðvitað að þetta er einn alvinsælasti áningarstaður ferðamanna, en þeir komu nú allir fyrir Klakann en ekki fyrir ána sjálfa sem á sig mjög áhugaverða sögur, fyrir utan lónið og allt annað, og það ætlaði svona aðeins að svona tæpa á henni sko, og hennar er meðal annars getið í Landnámu, en Landnáma segir frá landnámi Íslands, og ef við hugsum sko hvað þetta er gamalt nafn, það tegir sig alveg aftur til landnámsmanna. Þeir hefðu aldrei gefið svona heiti nema af því að það var jökull í ánni, það er að segja hún var lituð áin, sem segir okkur þá að þarna hefur jökull verið í mjög langan tíma og hann hefur runnið, áin hefur runnið frá þessu jökli og þess vegna kemur nafnið. En á sínum tíma þá á meðan lónið var ekki myndað, að þá þótti Jökulsá vera með verstu vatnsföllum á Íslandi að fara yfir, og það segja munnmæli að það hafa mjög margir drukknað í Jökulsá í gegnum aldirnar. En hún var líka orðlögð fyrir að breyta farvegi. Þegar við sjáum það, þá þurfum við aðeins að hugsa gott og vel, hún breytir farvegi, þá hlýtur áhrifasvæði hennar að vera býsna stórt mögulega, allavega stærri en þessi renna sem áin rennur í núna. Og það einhver þannig sem við venjulega sjáum Jökulsá í dag þegar við keyrum við brúna. Hún er í föstum fast farvegi og hún hefur bara alltaf verið þar, en það er ekki raun. Fyrir nokkrum árum þá barst mér ósk frá staðarhaldaranum á Breiðamerkursandi að það ætti að fara að útbúa ný bílastæði á svæðinu vegna fjöldaferðamanna, og hann sagði þeir ætla að moka yfir alla katlana á sandinu á stæðinu. Og ég fór og skoða þetta, mátti til með að benda ykkur ekki hæs eða önd, ekki mitt spesialitet. Hann átti þetta inni. Ég fæ þetta sko næstu vikuna, þá fæ ég þetta tilbaka. Nei, þú fer bara í urðarrannana og... Já. En hérna var lágun á hreiðri, við hliðina. Þetta er náttúrulega... Sem kvíar, er hún líka hreiðri þarna? Já, spurðu hana. Veit ekki. Jú, þetta hérna. En allavega, svona var ástandið. Og þá, kortlaði þessi jökulker sem eru á bakkanum, og sko umgengni þessi jökulker, hún hefur alltaf verið svona bara eiginlega virðingarleysi, sko. Það er bara því að fólk veit ekki fyrir hvað þetta stendur. Og sem sagt, það var hætt þarna í skyndi við að leggja þetta undir bílastæði, tók við í nokkra daga, og ég segi ég ætla að taka saman eftir því sem ég get hvað hefur verið að gerast og gefið mig 3 vikur í það. Og það sé ég gerði. Og það er mjög mikilvægt að hugsa sko, að þarna er maður að fara út í verkefni sem maður veit heldur ekkert maður veit ekki hvar endar sko. Nú, áður lengra haldið, þá er mér kort af Breiðamerkursandi. Og í dag er þetta sennilega það svæði, ég vil segja í heiminum, fyrir framan jökul, sem hvað best þekkt. Við þekkjum öllan landform hvenær þau mynduðust, hvers vegna, við þekkjum alla farvegi, við þekkjum allt þetta svæði. Við þekkjum allt sem er að gerast á jöklinu, alveg upp í ísaskil. Og af því að hún var að tala urðarana áðan, hún Lilja, þá var að tala þennan mávabyggðarendina, en hún byrjar hér og í gegnum tíðina þá hefur hún sveitt í hliðar. Og það því sko þegar maður horfir sjónlínu við röndina, þá finnst manni hún ætti að enda hér
Hún gerir það ekki. Það út af þessu innbyrðis kröftum í jöklunum sem taka á móti hoppinu og breyta förinni, en ég ætla ekkert að tala meira það. Það líka sýna ykkur verkefni sem við verið að vinna úr botninum á Jökulsárlóni. Jökulsá. Við sjáum þessar gárur sem standa vafalítið í sambandi við streymi sjávar inn í lónið. Eru ekki til nein gögn og við þurfum einhvern tímann að kaupa mælitæki til þess að klára lónið. Þannig að ég kastaði fram á stjórn náttúrustofunnar að í framtíðinni þá þyrftum við að gunga svolítið út. Hægt að nota sömu, má ég byrja? Já. Hægt að nota sömu mælitæki og að vera að kaupa á lóðsinn til að mæla greiðslin? Mögulega. Þau eru mjög fullkominn sko, við vorum að kaupa. Það þarf líka bát, ef það hægt að flytja þau yfir annan bát. Við vorum líka að kaupa Zodiac, þannig að ég veit ekki hvort það sé fært. Við erum að skoða þetta, en þetta mjög áhugavert vegna þess að hér líka ósögð saga. Það sem hægt að gera er raunverulega hvort hægt að tengja framgang í jöklunum á mismunandi tímum við einhver einkenni í botn. Nú það sem að gera sem dæmi það að lónið farið að grynnka. Við vitum það að lónið ekki að dýpka endalaust innur, það að fara að grynnast og ekki bara það. Landið gefur svolítið undir fótinn með það að þetta sé áframhald af djúpbergi sem fer alla leið í Breiðamerkurfjall. Jæja, ég ætla nú heldur ekkert að tala um þetta. Þetta var bara svona til að tefja tímann. Ég ætla að fara mjög hrætt yfir þessar glæru vegna sem ég hef sýnt nokkur sinnum að bara svona ef það hefði verið eitthvað sem hefði ekki fylgst með áður að þetta bara svona til að sýna framgang Breiðamerkurjökuls fyrr á öldum eftir landnám. Þá talið að jökullinn hafi verið inn við Esjufjöll. Þá hafi ekki verið neitt lón en síðan á öldunum eftir þegar fóru að kólna þá gekk jökullinn fram. Það bara gerði nokkuð hratt og við hefum reynt að nota alls konar upplýsingar til þess að reyna að meta hversu hratt þetta gerðist. Þó að Breiðamerkursandur sé mjög illa markaður, þá gefur þetta 9 kílómetra og það alls ekki nógu traustakefni, en það gefur okkur samt svona að hann var ekki kominn alveg inn í sjó, árið 1734. En það eru fleiri gögn og þessi jaðar sem við sjáum vera að færast fram, hann eiginlega byggður á vinnu Flosa Björnssonar frá Kvískerjum. Hann var ofta að skoða þetta út frá gömlum sögnum, gömlum heimildum og þannig ég ákvaða að teikna þetta af virðingu við hann, að teikna jaðarinn eins og hann hafði hugsað. En nú ef við förum aðeins inn í samtíðina, þá þegar þetta að gerast, þá mikið að ganga á. Þetta eru fréttir sem ganga allt land. Og þær eins og segir 1852, heyrst hefur að Breiðamerkurjökull í Skaftafellssýslu muni nú vera á hlaupinu sjó fram og það sé óvíst hvert sýsla sé fær eða jökullinn hafi skipt inn í sundur. Og þetta náttúrulega mjög mikið atriði á 19. öld vegna þess að bændur Öræfum fóru með sinn varning til Djúpavogs og ef jökullinn hefði gengið í sjóinn þá var búið að skera á það og þá hefði lífsbaráttan verið mjög erfið fyrir bændur Öræfum því að þeir hefðu þá þurft að fara alltaf vestur fyrir á næsta kaupstað sem var náttúrulega langt í burtu og yfir margar ára að fara. Þannig að ef við skoðum þetta svona svolítið í samtímanum og hvað við getum fengið, þá getum við séð að í meira en 90 ár óttaðist fólk að jökullinn myndi gangi sjó fram. En 1890 þá jökullinn eiginlega kominn að ströndinni og hann á ekki rúma 200 metra eftir. En í byrjun 20. aldar þá var hann örlítið farinn að hoppa eins og sjá hér. Gula lína hún sýnir okkur hámarksstöðuna miðað við endagarðana, með fremstu jökulgarða á Breiðamerkursandi. Á þessu tíma þá þurfa menn að fara yfir árnar á hestum og leiðin yfir Breiðamerkursand tók yfirleitt svona kannski 8 tíma að fara og þá fór líka eftir hvernig var að fara yfir Jökulsá
Þá var hérna teiknuð leið hérna yfir, ef það var ófært að þá fóru menn upp á jökul. Og í 70 ár var þetta þjóðleiðin á Íslandi. Jökulleið, hún var vöktuð og haldið við í 70 ár af bændum á svæðinu með styrk frá ríkinu. Hérna sjáum við mann á hesti, þetta Jökulsá 1903 þegar jökullinn kortlagður af dönunum. Og hérna skulum við aðeins sjá hvað stendur. Hér upp 4 mílu frá vestri stemmu, sem þá austan við ána, rennur Jökulsá í djúpum farvegi til Sævar. Hún breytir oft farvegi, flæðir stundum með mikil svæði, en rennur stundum þröngt. Bæði nú og sumar áður hafði Jökulsá runnið svo þröngt að hún hafði alltaf verið ófær og höfðu allir ferðamenn orðið að fara yfir jökul. Vatnsmegnið var svo mikið að áin verður að breiðast mjög út svo hún verði reið. Jökulsá þykir hin hroðalegasta Jökulsá á Íslandi. Og þegar Þorvaldur Thoresen, sem skrifar þetta, var að fara hérna yfir, þá var áin eiginlega 1 kílómetr á breidd. Það var hérna sumar leysingar og þau getur rétt ímyndað ykkur hvað þetta hefur verið hérna mikið fljót yfir að fara. Nú, ég ætla aðeins að koma hérna á Örkölur, af því að við vorum að tala áin talsvert gömul, hefur árþúsundir runnið þarna. Örkölur nefnum við þessi fyrirbæri hér sem safnast, það sem safnast undir farvegum. Og þetta í raun og veru þetta fallegasta Örkölu á Íslandi í mínum augum, þetta hérna í Hornafirði. En á Breiðamerkursandi þessar Örkölur miklu flattari og hérna við með hæðarkosti sýnir hækkun upp á 1 metr. Og ef við mælum þversnið á þessu og sjáum við að það mismunandi útlit á þeim. Þessi hérna bláa, hún tekin hér um Múlagljúfri og þessi hérna græna, hún tekin hér og síðan það hérna þessi rauða, hún tekin á þessar Örkölur og svo lokum þessi hérna, hún tekin hér. Og það sem við getum lesið úr þessu eru mismunandi mótun og tilurð á þessum Örkölum. Þessar hérna, sem eru undir Öræfajökli, mynduðust í hamfarahlaupi. Þessi efni hefur sunkast niður og breyst svo fram til sjávar, en þessar hér, bæði Breiðá og hérna Jökulsá, gefa okkur til kynna að það hafa eiginlega ekkert verið svoleiðis atburðum að ræða. Það hefur bara verið svona smá saman árnar að flæða og byggja upp þessar Örkölur og ekki bara það, við getum líka lesið það að þessi hér sem hérna á Breiðá að þar hefur áin verið að flæða alltaf fram og tilbaka. Verið með miklu jafnari flæði heldur en Jökulsá. En við getum líka séð að Örkölur Jökulsá hún tegir sig hérna, jafnvel þó hún sé farin að tæta sig upp út á jöklinu, þá nær hún eiginlega alveg hingað. Þarna hún 8 kílómetra breið, sem þýðir að Jökulsá hefur í náðhúsinni verið að byggja upp þessa miklu Örkölu hérna yfir býsna vítt svæði. Og var aðeins fljótvært hérna. Ég ætla að enda þetta hérna nokkurn veginn, svona ég sé að það farin að líta á klukkuna. Á að sýningur Jökulsána, hvar hún rann síðustu yfir svona 200 ára tímabil, frá 1813 og fram á því að hún fór og setti sig í fastan stokk kringu 1950. Og þetta kort hérna sem þið sjáið, það svokallað strandmælingakort. Menn kortlögðu strönd Íslands fyrir úthafssiglingar í byrjun 19. aldar. Þeir voru svo sem ekkert nákvæmir á innviðum landsins, en teiknuðu þó ána, Jökulsá, og þessi 2 grænu punktar hérna setja inn á að því að Flossi Björnsson notaði þá alltaf sem viðmið í sínum frásögum þegar hann var að tala um ána. Og þetta voru annars vegar Slysavarnahús
þarna sem var sett austan við Jökulsá og svo var það Áningahús sem var byggt hérna 1901. Hérna þessi guli hlekkur hérna, hann er andstyggilega ógreinlegur, það er núverandi brú. Svo 1813 þá rann Jökulsá, ég seti hérna veginn svo við höfum svona aðeins áttum okkur á, þá rann Jökulsá í þessum farvegi hérna, sem er þá talsvert fyrir vestan núverandi brú. Og 1839 þá rennur hún á svipuðum stað. 1860 þá hún flutt sig austur fyrir Slysavarnahúsið eða brúna og hún flakkar svona 1871 þá rennur hún í tveimur kvíslum og hérna erum við komin með ströndina á árið 1904 og það er bara svona til þess að minna á að á sama tíma er ströndin að færast út. Og 1874 til 1890 þá er hún að renna á þessu svipaða svæði og við þekkjum henni núna og þá er hún að fara að byggja sér þennan farveg sem hún að lokum myndar og situr í. Hún er hérna 1890, þið sjáu þetta á mjög svipuðu svæði og hugsa sér svo í hvers skipti þá er hún að grafa mismikið en það verður hérna alltaf meiri lægð. 1891 þá rann hún í nokkrum álum og þið sjáu að það er líka álag hérna. Allt þetta tengist þessum umbrotum sem er í jöklunum, hann er að ganga fram í miklum framhlaupum, það er mikið að ganga á og vatnið spýtist hér og það undan jöklunum. 1892 þá rennur hún hérna ekki langt frá því sem hún rann 1813 og 1894 þegar Þorvaldur Tórsson fer að þá rennur hún hérna alveg á milli þessa svæðis, ég skal sýna ykkur eftir, sem er í raun og veru það sem áin er ofan í núna. Og 1904 þá er hún í þessum stokki hér og þið sáu ljósmyndina af því áðan. Það sem gerist 1912 þá hún slær sig hérna til austurs og rennur í stemmu og það var ekki fyrsta skipti sem hún gerði það. Árið eftir var hún komin aftur hérna tilbaka og 1921 þá slær hún sig aftur hérna í stemmu. Þá er jökullinn byrjar að í raun og veru að hoppa en það kemur svona púlsar í hann þar sem hann gengur aðeins fram. Og 1922 þá er hún farin að mynda hérna farveginn austanverða þar sem þjónustuhúsið er. Og 1927 verður gríðarlegt flaug í jökulinu sem kostaði póstinn Jón Pálsson, bróðir Björns Pálssonar á Kvískerjum lífið. 1929 þá er hún farin að renna hérna í kvíslum og þá var að myndast hóllinn sem allir fara upp á. 1930 þá var þetta ennþá í tveimur kvíslum. 1945 líka þá var hann aðeins svona að finnast í öðrum þeirra, því sjáu þetta er hólarnir hérna. Og þá er jökullinn farin að ganga aftur og lónið og leið og lónið myndast að þá slær niður öllu þessu flökti í ánni og hún fer í fastan farveg. Og það er í kringum 1950. Og þegar við drögum þetta allt upp, þá getum við lesið sögu Jökulsár á síðustu 200 árum. Þið sjáu að jafnvel þú sjáum ekkert á yfirborðinu. Það var allt samt saga Jökulsár. Allt þetta svæði er saga Jökulsár. Það er ekki nema 600 metrar eftir hérna. Ef við viljum vernda þessa sögu, þá þurfum við að hafa það í huga þegar við erum að framkvæma að spillingi allavega ekki þeim stærstu bökkum, því að maður sér þetta ekki auðveldlega alls staðar. Þeir eru náttúrulega oft á tíðum litlir farveg. En ég ætla að minna hérna einhverja til að segja. Sjáu þessa, þetta eru svona jökulker. Þessi jökulker mynduðust í hlaupinu 1927 þegar Jón Pálsson, húsmaður, sem ferðast sandinn eins og samtíðarfólk gerði með því að fara yfir jökulinn eða reyna að fara yfir ána. Þegar hann fórst þá voru þeir að reyna að fara yfir jökulinn. Það var aldrei sést nokkuð annað slaup. Það var talið að það hefði stafað að eldgosi í Esjufjöllum. Og þess að mann segja að þessi jökulker hér og þessi hér sem eru við bílastæði, þau séu raun og veru tengingin í allir mínum huga. Tengingin á milli svona náttúru, hamfara,
og svona mannlegra harmleikja. Og hérna sjáum við þessi ker. Ég fullyrði að þessi ker séu úr þessu hlaupi vegna þess að eftir þetta var aldrei hlaup. En þeir sögðu jökulbrotin rúlla í ánni, risavaxin og á þeir gátu við séð að vatnið var allavega 2-3 metrar á dýpt. Svo mikið var þetta hlaup. Og þetta er svona í stuttumáli saga Jökulsár. En við erum búin að í raun og veru kortleggja svona alla landform, alla farvegi. Við veitum alveg hvar allt vatn rann á hverjum tíma. Ég held að sé alveg bara stórkostlegt og þetta hefur ekki bara verið gert nema bara að því að þessi sandur, Breiðamerkursandur og Jökulsá, jökullinn var svo nálægt, það voru til svo miklar heimildir. Það lifðu að svo miklar heimildir til þau raun og veru að geta sett saman þessa sögu. Og þetta er svona bara það síðasta, gamlar heimildir, loftmyndir og kort, gera kleift að rekja farvegi, 200 ára aftur í tímann. Aurkeilan, hún er viðhjótt mikið og sýnir okkur að áin hefur flænst og við sjáum það með þess að í þessum hól fyrir framan þessi þjónustumiðstöðinni að hún er ekki jökulgarður, heldur er hún mynduð, lagskipt, mynduð af á sem er að flæmast og ekki bara það. Eftir því sem að fer ofar og ofar í hólinn, þá verður alltaf stærra og stærra grjótið í því. Af því að það er alltaf meiri og meiri orka sem kemur undan jöklunum, af því að hann er að nálgast. Stórmerkileg saga í mínum huga, en þetta er síðasta glæðan. Takk fyrir síðan. Spurningar? Ég finnst þetta bara svo magna. Ég er svo fegin að ég vinni ekki með snærverk, ég myndi aldrei gera neitt. Ég myndi bara sitja og vilja láta mig fara. Hann myndi ekki gera neitt heldur. Þið skulle ekki bara vinna saman. Ég veist það bara, þetta er ótrúlega magna og bara svo ótrúlega magna hvað er alveg til af upplýsingum. Já. Þetta svæði. Þetta hefur ekki tekið langa tíma. Ég ætla alltaf að segja það í óspöru. Þetta er búið að taka frá 2011 að safna öll þessum upplýsingum sandinn. Það sem maður getur sagt á 2 mínútum tekur mörg ára að safna. Það er bara svo, það var ekkert mála, hún var hérna og hérna og bara hvað. Já, þannig er það bara. En ég skal hins vegar segja ykkur það og játa alveg fúslega að þegar ég sá þetta síðasta kort, þá fannst mér þetta alveg ótrúlegt. Það var bara ótrúlegt að sjá þessa sögu, skráða þetta í sandinn og maður er alltaf í já, ég skil þetta, já, ég skil hvernig þetta var. Ég skil að jökullinn var á þessum tíma að ganga fram og hann skilar öðruvísi af sér. Þeir myndu fara, ég fór til dæmis þegar þeir var verið að grafa niður, færa rafmagnsstaurana út á sandi og fór ég og tók sýni og ég klóraði mér bara hausinn því þetta var allt svo fínlegt efni. En eftir þessi minni, þá skil ég það. Af því að jökullinn var svo langt frá að hann gat bara sett frá sér svona langa veður. Grjótmagna, þá er dagskráin tæm. Ég vil þakka ykkur fyrir sérlega skemmtileg erindi og ég er búinn að setja mig markmið, ég ætla að finna tröllasmið og ég ætla að gera það fyrir en síðar og ég ætla meiri sér að reyna að finna bara nokkra. Já, ok. Það er ágætt á ég líka erindi til að fara á hjólinu, hingað og þangað og liggja aðeins út í náttúrunni. Og ég er líka ákveðin í því ég keyri með fólk út í Skálatinda að benda upp í dynjanda og segja þarna sjáum við eina fallegustu aurkeilu landsins. Þannig að mér finnst það flott. Ég þarf hins vegar að fá aðeins nánar upplýsingar hvernig af hverju þetta heitir aurkeila og hitt heitir aurkeila. Það er raun og veru, já, þú komst nú aðeins inn á það. Og síðan er mjög gaman að fylgjast með Róberti sem er nýkominn hérna í vestursýsluna, sko. Ég öfundaði svolítið eftir að koma á svo marga fallega staði hérna. Það er svo mikið fallt að sjá og ég hveti til að fara niður í Meðalandi. Ég var þar í gær og lá í grasinu við eldvatnið og hlustaði á fugla, voru komnir fuglar. Einhverjir ekki margir, ekki mikið af þeim, en svolítið og þarna er orkan afar vel stillt eins og reyndar víða hér í þessu sveitarfélagi.
Ég vil þakka starfsfólki fyrir undirbúning fundarins, ánægjulegu dagur og gestum sem hlýddu og komu hingað í salinn. Þannig að bara við þakkum kærlega fyrir okkur, takk fyrir daginn og ef ekki gefa okkur bara og gefa Náttúrustofu Austurlands gott klapp í lokin.